Heimarafstöðvar knúðar með vatnsafli. Út allt land eru ótrúlega áhugaverðar minjar sögu heimarafstöðva. Ég heiti Þórður Boga, við skulum skoða saman. Við ætlum að rúlla niður að seglbúðum. Þar á að vera gömul og önnur enn eldri rafstöð. Þegar ég var að skoða sögu seglbúða kom margt skemmtilegt fram í örnefnaskrá Árnastofnunar. Eins og syðst í klettunum austan megin gilsins er sagt hafi verið festarhringur sem talið er að skip hafi verið fest við og að fyrr á öldum hafi verið fært skipum hér upp, en síðan hafi það fyllst af framburði vatna. Talið er að hringur þessi hafi verið tekinn á fyrri hluta 19. aldar og notaður til smíða. Fyrsta sem datt til hugar þegar ég sá nafnið seglbúðir, það var handverkssláturhúsið sem var sett á stofn 2014. En saga þess nú efni í alveg sérstaklega langan þátt og merkilegan og kannski skelli ég mig það verkefni síðar. En áður ég kem á seglbúðum er skilti sem stendur á Tröllshylur. Skoðum það. Í tímaritinu Náttúrufræðingurinn frá 1995 er áhugaverð grein eftir Jón Jónsson sem heitir Þankabrot landbrot. Þar segir meðal annars svo Tröllshyl. Megin farvegurinn var á hrauninu norðan við Skálarstapa og stefndi þaðan rétt sunnan við Dalbæjarstapa en þaðan austur og suður landbrot og út af hrauninu skammt vestur af seglbúðum í Tröllshyl. Ofan við Tröllshyl er farvegurinn 120 metra breiður, rétt áður en hið forna jökulfljót steyptist fram af brúninni með gný og iðuköstum og gróf sér þá Fimbulgröf sem Tröllhylur heitir. Hér niður frá sjáum við eldra rafstöðvarhúsið, stíflan sem er hér nokkru ofar og það er alls ekki mikil fallhæð að rafstöðvarhúsinu. Á vef Orkustofnunar er sagt að þessi heimarafstöð hafi verið reist 1925, Fransistúrbína og 10 kW. Í bókinni Dynskógar er sagt að rafstöðin í seglbúðum sé síðan 1932 og sé 10 kW, skrúfutúrbína. Þessa vatnsaflsstöð reisti Bjarni Runólfsson og túrbínan er smíðuð í Hólmi. Stórt hjólið þarna aftan við túrbínuna og renna upp að rafalnum þar sem beltið gerir ráð fyrir hafi legið. Og hér er rafmagnstaflan. Hér erum við ofan við gamla stöðvarhúsið og við horfum niður eftir og sjáum þar nýja stöðvarhúsið. Fallegt umhverfi og þarna er stíflan ofan við stöðvarhúsið og lónið þar fyrir ofan. Fallegur foss. 22 gráður, tiltölulega lygnt og dásamlegt veður. Á vef Orkustofnunar er þessi 75 kW sem 2018, en það er nú ekki rétt því að ábúendur Erlendur og Þórunn sögðu að þessi hefði verið reist 1956 og síðan var hún gerð upp 1999. Þá var skipt rafal og farið yfir túrbínuna. En rafmagnsframleiðsla hefur ekki alveg verið stöðug og stafar það af því að það er ekki alltaf nægilega mikið vatn til staðar.